Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni í eftirmiddaginn. Á föstudegi þá höfum við það sem við kallum vikuskamt, fyrir við fréttir vikunar með góðu fólki og það er þannig í dag á þessum aðfangadegi undanúrslita í handbolta. Hingað komið sérfræðingar í handbolta á öðrum árum, Steinunn Rögnvaldsdóttir, félags- og kynjafræðingur, Reynir Traustason, blaðamaður, María Rut Reynisdóttir, framkvæmdastjóri tónlistarmiðstöðvar og Birkir Karl Sigurðsson, hlaðvarpari. Já, mér finnst það gott nafn þér. Jú. Þú ert eitthvað annað eða? Ég er ýmislegt annað, en hlaðvarpari er bara, ég ætla að kynna mig þannig framvegis. Þetta er það sem að þú gengst við í dag. Herðu, ég talaði handbolta, fylgist þið með handbolta? Já, bara þegar Ísland spilar á stórmótum samt. Það er þetta hálftíma byrjar undanúrslitaleikur Þýskalands og Króatíu. Margir halda að það sé gott að horfa á þann ef að vera býð fyrir hinnum. Það er það ekki, sko. Hundleðilegt. En svo er þetta svo stressandi sport. Það er svo mikið hraði og svo mikið eitthvað sem gerist svo hratt. Já, ég verð alltaf frekar stressuð þegar ég horfa á handboltaleik. Það er svona limita ég það bara við að horfa á Ísland á stórmótum. Öskarar á sjónvarpi? Já, sjálfsögðu. Hoppa og kreisti hnefan upp í loftið eins og gamall rauður maður. Reynir, það var ekki spilaður handbolta á Hlafdýri? Nei, við fréttum að þessu bara löngu seinna að það veri til þessi íþrótt og sáum hennan bolta. En ég fylgist bara með þessu svona á stigatöflunni mest. Jú, auðvitað þegar þetta er komið á þennan stað þá verður maður að fylgjast með. Já. Þetta er gott fyrir þjóðastoltið og allt það. Og svona frábær stemming fyrir fólk svona að líta eins upp úr eymdinni. En þetta er svolítið beiskur ávöxtur. Maður býtur í hann er sætur en síðasti bitinn, hann hefur alltaf verið beiskur. Jú, en og við vitum það, eða erum við að vonast til þess að við fáum gulli núna? Nei, þetta er svo mikið vitleysa. Auðvitað á maður bara að vera stoltur af þessum árangri sem er, hvað sem 10. sæti eða 1. Þetta eru bara góðir íþróttamenn og þeir eru góðir fyrir sína þjóð. Já, ég reiknaði að ef maður tregur saman alla leikina á þessar öld sem við spilaði í Dani, þá hafa þið farið 28-30 fyrir Danmörkum að meðaldali. En með við fólksfjölda þá hefur við unnið á 28-2. Fólksfjölda. Per capita, það er notað í hagfræðinni, en það er ekki notað í... Hvað segir þið? María, horfið þú á handbolta? Já, ég ger það. Og sérstaklega bara þegar þetta komið á þennan stað sko, ég er búin að fylgjast með öllu þessu móti, mér finnst það mjög skemmtilegt, mér finnst það frábært sport, ég æfði handbolta, ég var yngri. Og hvað spilaðu? Ég spilaði horn, lítil horninu, en já, mér finnst þetta bara æðislegt og bara gaman að fylgjast með sko. Birkir, þú lítur að spila handbolta? Nei, reyndar ekki, ég var meira í fótbolta og svo náttúrulega í skákinni sko, eins og sést kannski á mér að maður var meira skákmaður. En nei, þetta er náttúrulega mjög skemmtilegt eins og við segið. Þú horfir? Ég horfi. Ég er að velta fyrir mig sem þáttastjórnandi, ef ég væri með einhvern sem horfir ekki, ætla myndi segja satt. Nei, ég hef ekki hort á Netflix. Já, ég hef ekki hort á alla leikina til dæmis sko. Ég hef ekki alveg. Sko, mér finnst alveg magnað að þetta er náttúrulega þjóðarstolt eins og Reynir segir, en mér finnst að hafa átt 1-2 góða leiki í þessu móti og við erum komin índrarúrslit. Þetta myndi ekki gerast í fótbolta, en þetta er geggjað og það er 2 mjög góða leiki. Já, 2 síðleikur og mjög góður og svo Slóvenaleikurinn samfarandi. 2 slæma. Já. En það sem hræðir mann er hins vegar og við vorum alltaf mjög heppnir með milliriðil að það hræðir mann næstu 2 andstæðingar Dani núna í kvöld en vonandi munið þið bara standa sér vel og eins og Reynir segir þeir eru nú þegar komnið það langt að verkið svona, en eins og ég segi, mér fannst þeir kannski er í full harðu við og mér ást menn fagna aðeins svo mikið eftir sigurinn, sko, ég hugsa að það eru 2 leikir eftir, en það er kannski bara ég. En kannski er það bara að þið verum komin það langt, sko. Já, og komin á HM líka. Við erum titrandi smáblóm og allt það, eins og við syngjum alltaf á fyrir leiki. Já, kannski er það svo frábær árangur, en mér stíka bara það sem er skemmtilegt við handboltana, það getur allt gerst. Getur hver sem er unni hvern sem er og það er svo mikla sveiflur í þessu sko, eins og þú voru að tala um og það er það sem heldur manni alveg í spennitröju allan tíma þegar maður er að horfa á þetta. Svo skiptir þetta svona máli að það sé svona vel gert, það sé sómi að þessu. Það er svona sómi að þessu liði. Já. Það er ekki svona brotnað, ég meina við töpum áttu Króatíu en það var ekki svona manni getur slæmakaflanum. Upphafið seinni hálfleiks og bara eins og bara yrði hóp vantraust
smitun í liðinu í svona 12 mínútur. Já, mér finnst ekki að þessi slæmikafli umtalaði. Við erum að tala Ísland í handbolta. Ég meina, hver kannast ekki við það? Mér finnst það minna á honum allan núna. Já, hann var Svona styrkir, hann meira kom í jafnvægi. svíjaleiknum, en svo var hann bara miklu, eða þú veist, hann fór ekki allir leið. Nei, þannig að það er svona meiri balans í þessu, meiri trú. Kannski hefur svona kókaböfskynsluðin eitt honum. Það geta alveg verið. Það er eitt sem ég tekið eftir þess að mér er gaman af sérfræðingunum á RÚV. Já, Það er svona, þeir eru svolítið alltaf svona að tala um svona kallmennsku svolítið. já. Kári sérstaklega. Já, Kári og Logi. Við ætla að allir sem er pung og svona, svolítið svona, eins og Gamaldags. við eigum að vinna þetta með svona gamaldags, Já, ég segi ekki Með eitraði pungnum kallmennsku. bara. Það með pungnum. já, helst. Já. Finnst þið hvað, það er svolítið stemming. Það íslenska landslagi að vera svona karlmannlegt. Mér finnst það samt eiginlega bara akkurat þveröfugt, sko. Já, mér finnst Mér finnst það vera fótboltaskipti. eitthvað svona stórt hjarta í þessu og góð stemning og liðsheld og ég upplifði þetta mitt alveg þveröfugt, sko. Sko, ég hef ekki mikið hort á stofuna en Nei. ég horfði á sem sagt, eftir síðasta leik þegar sko Óli var að hrósa Gísla Já, og það var einmitt, þú veist, það var bara mjög mjúkt, Já. mildt, fallegt, Já. ótrúlega bara til fyrirmyndar hvað hann gerði þetta fallega. Þannig að þú veist, Svona það situr, sjónvarpsaugnablik. já, það situr bara meira með mér heldur en eitthvað punktal, sko. Það var svona augnablík hérna í hlekninni þegar hann gerir það. Þegar hann fær þetta hrós frá þessu manni. Það var svona sögulegt. Herðu, ég er hérna 43. kenning mín í blaðamennsku raunir. Er svo að í svona ástandi að þá berast eitthvað fréttir um samfélagið. Þetta er sama í aðdraganda jóla þegar fólk segir hérna ertu búin að öllu að þá bara fer ofan af sko fyrstu 2 mínúturnar í öllum samtölum og sem að vanarlega ef það er ekkert að frétta eða þú veist er ekki jólin eða Ísland að vinna eða eitthvað að þá er þetta opið fyrir fréttaflutningi. En núna hefur verið þessa vikuna hefur fréttaflutningu bara verið teftur af ég býst við að eiginlega næstu í saman hvernig hittist að þá er handbolti fyrst að sko. Og í slíku umhverju þá bara hægir á frétta Já, hvað fyrir þess að 43. kenningu mína í blaðamennsku? Jú, ég get alveg fallist á það. Þetta er þannig. Ég meina, Trump er svona horfin að mesta sviðinu. Maður býður bara eftir að hann komi og heimti eða ná byggar að hann vilji fá hlutdeild í honum. Og Grænland svona aðeins tilbaka og þannig að jú, við erum bara á þessu stað. Maður verður bara að tala og hugsa um handbolta. Hafandi ekki neitt út á honum. Það er samt mikla fréttir sem að voru. Það var hérna, ef maður fara í efnahagsmálin, það er hérna, kemur frétt um verðbólguna, 5,2% á síðustu 12 mánuðum. Það eru hækkað 2 mánuði röð, sleggjan hennar Kristrúnar virkar ekki. Hún er svolítið í vanda með það að hafa verið svolítið stórkallaleg. Talað með svona pung, það er ekki snudd. Það kemur í hausinn. Og svo er það meira, það er eiginlega svona vísbendingar af versnandi efnahagshorfur og fleira við séum að fara inn í svona erfiða tíma og það er ekki alveg að sjá að ríkisstjórnin sé búin að finna taktikina á móti þeirri vörn. Nei, ég er samanlegaður þar. Og ríkisstjórnir er í svolum svona, þetta fer að verða hættulegt með flokkfólksins eða fokkfólksins eða hvað menn vilja kalla þetta. Sem menn eru sífellt að hlaupa út og suður og maður veitur vel ekkert hver ráðherra hverju sinni og allt það. Ef það er mistist í efnahagsmálinu þá bara brotnar þetta upp. Sem er mjög sorglegt vegna þess að maður batt vonir við þetta stjórnarsamstarf að þetta veri svona með hjarta á réttum stað og hvað vildur að ríkisstjórnin myndi gera? Núna? Já, ég bara, ef þú batt vonir við hennar, vonir um að hún myndi... Já, sko, ég var á þeirri skoðun að flokkur fólksins, ég vonaði það að þeirra brautagengi er til þess að þeir eru gert eitthvað fyrir þá fátækasta fólki í landinu og enga myndi standa við sitt trillukallana hérna, smábátamenn á dagakerfinu. Hún lofaði þeim munni 48 dögum, það var svikið bara umsvegalust. Þeir að reyna aftur, næsta sem þeir fluttu það ráðuneyti. Það er ekki aðra tilhörn. Jú, en ef þú lofar einhverjum 48 dögum, þá verður þú bara að standa við 48 daga. Það er sko óhaganlegt.
En hún tengdi örorku og eftir launalífeyri við launaþróun. Já, mjög frábært. Staðfesti sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Já, aftur frábært, en það hvað var þeim, býttu var hann ekki að lofa 650.000 kalli í heildal, lægstu laun, eitthvað svoleiðis. Hún lofaði að lyfta lægstu laun. 450.000 skatta og skerðingar. Já, ég segi það. Það er nú ekki komið á daginn. Þannig að sko, þegar fólk lofar svona konkrét, þá verður þetta bara standa. Við munum Davíð Oddsson þegar hann var ungur og svona tiltölulega í lagi í stjórnmálum. Þá var hann með upp á vegg hjá sér plakat það sem að merkti við, ég er búin að standa við þetta. Og Inga Sæland náttúrulega, hún verður að standa við svona hluti. Svo getur hún leyft sér eitt og annað þess fyrir utan. En ef maður með svona plakat þá er mjög snuðt að hafa það á veggnum hjá þér. Já. Að þau getur breytið. Herðu, hafið þið áhyggjur af versnandi efnahagsástandi? Já, ég held að þau hafi lofað upp erminn á sér og þetta er náttúrulega á bara rangri leið, ef svo má segja. En sko ég hef líka samt ákveðna, þú veist, samúð með þessu. Það þurfti að taka fyrir þarna ákveðin þáttvarandi tekjuöflun ríkisins. Og það er í rauninni bara skiljanlegt að segja að gera það. En hvort þau hefðu, þú veist, að þau lofuðu að gera það einhvern veginn á sama tíma og þau ætluðu að negla niður vexti og ná tökum á verðbólguna og þetta, þau bara lofuðu upp í erminn á sér og það er náttúrulega bara ekki gott að gera það. Afleitt í pólitík. Það það sko. Svo vil þetta þekkt ekki svona, við lofum þessu. Við ætlum að íta þið næst til hliðara því að meginverkefni okkar er að ná niður verðbólgunni. Og svo fer hún ekki niður, þá ertu ekki. Nei, þá er meginverkefni orðið eins og það hljómar í fjölmiðlum núna að tryggja hallalausan rekstur ríkissjóðs og tekjuöflun ríkissjóðs og svoleiðis. Og það er svo sem er góðra gjalda vert, en þú veist, þú getur ekki lofað þessu öllu. Það er svolítið það sko. Og þau gerðu það nú bara samt og það er náttúrulega bara ekki gott og það get ekki staðið við það sem þú lofar en og svo er bara náttúrulega ekki gott fyrir okkur heldur að verðbólgan sé á leiðin upp og það er auðvitað mikið umhugsunarefni en aftur, þú veist, ég er ekki aðdáandi þessari ríkisstjórnar en þegar það er bent á að sko það eru fleiri sem að þurfa að taka sig á varðandi að ná verðbólgunum niður eins og bara atvinnulífið, olíufélögin til dæmis nefnd, þá neyjist ég nú til þess að taka undir það. Þótt eins og ég segi, ég færi seint að verja þessa ríkisstjórn en ef það er valið milli þeirra og olíufélagana þá hugsa ég að atkvæða millandi hjá ríkisstjórninni sko. Allir myndu vinna það samkeppni, þú myndir aldrei velja olíufélögin. Nei, veistu, ég er ekki vissum ég myndi nokkuð tíman velja olíufélögin. En að þú segir þetta, þú ert ekki aðdáandi ríkisstjórnar, varstu aðdáandi síðustu ríkisstjórnar? Nei. Það er þessu? Nei. Ég hef ekki verið aðdáandi ríkisstjórnar sem hefur setið hér mjög lengi sko. Þú ert bara yfir höfuð ekki aðdáandi ríkisstjórnar, það er náttúrulega bara... Ég hef, það er alveg svona í fortíðinni, langt í fortíðinni, það sem er átt sín moment, kannski svona nostalgísk bara. Ég held alltaf að segja hægt að gera betur. En við reynir erum elstir hérna og við munum verðbólguna. Ég man ekki eftir að það hafi verið eitthvað svona hræðilegt sko. 8. áratugurinn kaupmáttur jókst gríðarlega, verkamannabústaðakerfið var byggt upp. Þetta var þegar ég var að koma úr æskunni yfir í svona unglingsárin, frábært tími. Þetta var bara ekki óttast verðbólguna, segir ég. En var ekki verðbólgan eitthvað bara ógeðslega há þarna, 80% af hvað árið 90-ish eitthvað? Já, svona 80, 1, 2, 3, ríkisstjórn Gunnar Thoroddsen. Það er náttúrulega bara trillt, ég spurði fóreldrar mína þetta einhvern tímann bara hvernig var þetta en það voru náttúrulega bara aðri tímar það var ekki, þú veist, sama neysla og er í dag til dæmi sko. Þú átti bara, þú veist bara 2 set af fötum og notaði þau. Ég var að byggja á þessum árum 77, 83 og það var beinlínis hrikalegt og ég man sko fyrir að Jóhanna lét senda peninga sko uppnámi var algjört og engin vissi hvað átt að gera og ég man sko Örn hann Ögmundur
hann var þá eitthvað að byrja í pólitík og kom vestur og var að kenna okkur sko, þú veist það var misgengi þar að segja lánsfjárvísitalinn og allt þetta. Það var að byrja að berjast við verðbólguna. Þá lánin eru verðtryggð en ekki launin. Nákvæmlega. Það var vandamál. Verðbólgan ein og sér bara fín sko. Svo var verið að bjarga fólki og ég man sko þá tíð að hafa fengið í póstinum fullt af ávísunum frá félagsmálaráðuneytinu og var ég að fá þetta mikið að rafvirkjanum, þetta mikið að þessum og þetta var bara kaos. En á endanum var til að tapa þeim. Ég meina lánin fóru upp úr öllu valdi og... Eftir var verðtryggð, það náttúrulega þeir sem voru undan eða hefðu byggt 77 klára það og þá eru fengið þetta næstu í ókipis sko. Foreldrar mínir byggðu á þeim tíma og þau horfðu bara á lánin lækka. Þetta var skrifið tíma. En óttist þið verðbólgu? Já, og kannski þú veist, sérstaklega núna þegar atvinnuleysir er að fara upp líka á sama tíma að það er náttúrulega ekkert sérstaklega gott ef þetta heldur áfram sem horfir og já, ég veit ekki, ég er með hús og lán og allt þetta og manni finnst þetta bara úþólandi ástand sko, að í svona langan tíma og þetta sé að fara aftur upp sko. Það er vandamáli vextinni sko, vextinni eru sko ofan á verðbólguna er bara stýrivextinni með 4% og það er húsnæðisvextinni með 6% og yfirdrátturinn á launareikningunum einhverjar í 9% raunvöxtum sem að þekki skarki á byggðu bóli. Ég held að þetta kom ekki beint verðbólgunni við. Nei. Ekki alltaf að svara þetta fyrir fjármagnseigendur auðvitað hefur maður áhyggjur af þessu og maður velti líka fyrir sér sko að við sjáum það bara á öllum pósturum, öllum plakatum til dæmis það sem að Viðreisn, ef maður segir að Viðreisn sé svona mest hægri þengjandi flokkurinn af þessum þrem það var lækkun vexti og lækkun verðbólgu nú á þessi ríkisstjórn meiri en ársammæli og hún hefur ekki verið hærri síðan hausti 24 eins og hún segir, atvinnuleysi er að hækka auglýsingin á Kristrúnum með sleggina, þetta er bara vandræðalegt og það sem er ekstra vandræðalegt er að það er mánuði síðan voru að monta sig af lækkun verðbólgurinnar en það voru ýmsir hagfræðingar og nefnir bara sér dæmi Agnar Tómas Möller sem bent á að það er mjög hættulegur leikur að fara að gorta sig að einhverju sem þú kemur þér ekkert við og þú fara bara í bakið þannig að þetta lítur illa út og já, hún er bara í smá vesen núna. Við sáum það bara í kvöldfréttunum í gær bæði á Stöð 2 og á Sín og RÚV að Daði Már það var að vera að hamra á honum og já, orkinum er bara smá núna. Hann er yfirleitt mjög skýr og svona, en hann var ekki skýr í gær. Nei, þetta var erfitt. Hann var í brekku, sko. Mjög óstýr. Hann var næstu því að hann væri að halda því fram að hækkunin sem við sjáum er ekki hækkun. Það er hækkun til lengri tíma. Já, tíma. Og ég hugsa, þetta er ekki alveg hægt að bjóða hann upp á það. Það er sirkus gera smart. Já, þetta er þannig. Og svo er kannski bara til að slá að því að þessi ríkisstjórn, hún bar það lengi fyrir sér að við erum að vinna á síðustu fjárlögum, þannig að þetta er ekki okkur að kenna, þetta er síðustu ríkisstjórn að kenna. Núna er þetta á þeirra fjárlögum og verðbólgan var hækkandi, en hún var lækkandi þó að hinn ríkisstjórn síðast var líka ömurleg sko, að þá var hún samt verðbólgan að lækka þegar þessi ríkisstjórn tók við sko, þannig að já, þetta eru erfiðir dagar á stjórnarheimilinu núna held ég. Mjög. Trump bregst frá öðru, hann er lofaði að berja niður verðbólguna eins og Kristrún, en verðbólgan er bara svo sama í Bandaríkjunum og var þegar hann tók við. En hann segir bara, verðbólgan hefur aldrei verið lægri, það er bara, menn hafa sagt að það hefur aldrei verið jafn lítil verðbólga þetta. Þetta er heitasta land í heimi, hann bara heldur ykkur fram. Svo er það líka að reyna að reka seðlabankastjóran með því að freyman fyrir alls konar eitthvað rugl sko. Há bara með tölunar í ólagi. Svo er allt bætinni kenna. Já. En þetta er svolítið sorglegt þetta tækifæri því maður fann það alveg þegar ríkisstjórn byrjaði. Það var rosalega svona vilji á því að veita þessari ríkisstjórn svona góða meðbyr í samfélaginu. Maður sá það bara í könnunum bara hékk í 65% stuðningi alveg bara fram yfir síðan haust. Það er svona aðeins farið að fjara. Ég geti trúið að þetta fara núna svolítið rætt og það er allt annar veruleiki fyrir stjórnmálin. Já, eins og þið nefndi í byrjunum minna, það er mjög hættulegur leikur að lofa einhverju bjarminn á sér og svo núna eins og ég segi, þú veist, þetta færði alltaf einhverja hveitibrauðsdaga, en núna eins og ég segi 13-14 mánuða gömul ríkisstjórn og fólk fer að segja bara, heyrðu þið voru búin að segja þetta, en að því sögðu þá heldur Kristrún bara lífið þessar ríkisstjórn. Ef Kristrún myndi yfirgefa pólitíkina þá væri þessi ríkisstjórn bara alveg búin. Kristrún er númer 1, 2 og 3 fronturinn á þessu og hún er bara svo rosalega vinsæl þannig sé ég ekkert ágjur að því að vinsælunar munu vera yfir 50% held ég sko. Það myndi gerast það sama þegar Kata fór.
Já, örgulega sambarlegt. En af hverju er Kristrún vinsæl? Er hún svona viðkunnanleg, full af sjálfstrausti? Ég er bara ung, stjeleg, svolítið skýr, þangað til að efndirnar koma. Og ég held að sé bara þannig, hún er aðlaðandi pólitíkus og og hefur all tækifæri sem til eru þangað til að hún lendir upp á stýri. Ég er alltaf verið að segja hvað er svo í karakterinu, sko. Hún lætur ekki Sigmund Davíð fyrir töfndarsöld. Nei, Nei, hún er bara töffari. En ég meina Hún er bara gaman á hún. En Þorgerður Katrín sagði líka, hvað sagði hún, að Trump er í heillandi. Þannig að þetta er fólk með skrítinn smekk. Kristrún líka missir aldrei grímuna. Ég hef ekki hugmynd hver hinn, raunverulega Kristrún er. Hún er bara stjórnmálamaðurinn Kristrún. Og kannski það bara eitthvað sem að vinna með henni. Að hún missir aldrei grímuna í neinu svona. Og er svona, hvað segir maður áfallir, djolli. Hún er einhvern veginn eins og glöð með allt. Sigmundur eins og þau nefndir, hann er fínn og allir eru voða fínir og svona sko. Katrín var þetta sama fyrirbæri í pólitík þar að segja nema bara, ég meina hún elskaði sjálfstæðismenn mikið og sósíalista og var bara út allt og límdi allt saman. Þangað til að hún fekk þá hugmynd að verða fósiti. Það eru báðar hafa svona ákveð svona sjálfströð sem að, með til dæmis, það sagði mér eitthvað sem hafi verið í hagfræðinámi með Kristrúnu. Ef þú varst ekki að klára ykkur, spurðu þetta Kristrúnu. Það var ekki sem spurði kennarinn. Þegar þú hleður upp svona ákveðnum sjálfströsti með því hafa svona þessa stöðu í hópnum og ef þú lausur hróka eins og, ég meina, hún er ekki hrókafull. Þannig að þetta er svona jákvætt sjálfströst. Rífst ekki við nokkurn mann. Ég held að þessi persónuleiki skiptir þetta máli. En það hættulega er það ef hún krassar og allt þetta fyrirbæri, þá ertu komið populistan upp á borðið. Þá ertu komið miðflokkin. En Kristrún er náttúrulega populisti. Og ég segi það að einkenni populíska stjórnmála er að við veljum okkur foringja. Og hann mælir fram stefnuflokksins, sem er hlip á tröfkirir. Það er engin formaður í stjórnmálaflokki gert þetta eins og Kristrún. Þegar hún var kosin sem formaður, þá stóð hún bara upp og sagði að þetta er nýja samfélging. Eins og það hafi verið að kjósa stefnu. En í svona hefðbundnum lýðræðislegum flokki eins og við þekkjum, að þá er það félagsmenninni sem að móta stefnuna og svo veljum við okkur forystufólk til þess að reka hana. En hún mætti bara og leit út eins og að sko, flokkurinn hefur kosið sína stefnu. Þannig að því leiti er hún sko populískur, tilherinum populíska tíma sem að við erum sannarlega komin á. Gömlu stjórnmálin eru farin. Jú, þú veist ekkert hvað er hægri, hvað er vinstri, þetta er bara út allt. Fólk flakkar á milli flokka. Svo skiptir nærbúrsögur. Þarna var náttúrulega svigrúm fyrir hann til þess að gera þetta í samfélkingunni sem var við það að bara deyja. Þannig að það var bara mikið svigrúm fyrir hann til þess að koma og gera þetta svona bara eins og hún vildi, að fólk var svo þakklátt fyrir að það hélt lífið samfélkinguna, það var tilbúið að gera hvað sem er. En henni tekst þetta, þið sjáu það úrslitunum í Reykjavík. Það er Pétur Martinsson sem er nú, það er svolítið langt á milli hans og kannski Össur Skarphéðinssonar eða eitthvað slíks, Jóhannu. Þannig að Jóhanna studdi hann ekki í prófkjörinu. Studdi Pétur? Jóhanna studdi ekki í Pétur. Nei, ég meina þau gamla samfélki studdi Heiðu. Jóhanna Össur. En þetta er Jóhann Páll og Heiðu eru þarna á hann á. Þetta er náttúrulega, hún velur Pétur. Já, segir þér. Já, er það ekki auglust? Maður veit það ekki. Ég veit ekki, þú sérðu þetta þegar hún er óskondur hamingi, hún stendur á sviðinu og svona. Ég meina, við erum öll sæmilega læs á líkamstjáningu. Þetta var bara auglust. Pétur var í viðtali á Sýn í gær, held ég, á Sindra. Já, í standi. Og þá var hann að segja, hann hefði bara fengið þessa hugmynd fyrir áramót og ákveðið að fara að tala við fólk, tala við Jóhannu, tala við Össur, tala við þennan. Ég sá nú einhverstaðar að Logi Petra hefði gott. En hver veit hvað er satt. En hún, Kristrún er svona með í kringu sig, svona harða kosningastjóra. Svona svolítið sem líta á pólitík, að við verðum, pólitík fylgjast að vera með pólitík og alltaf ekki að ná völdum. Þannig að slík pólitík, vinstra megin er þetta að kenna þetta við blerismann eða eitthvað,
bara markmið að ná völdum og til þess að ná völdum að þá miklu klókara að fara í borgarstjórnarkosningarnar með mann eins og Pétur sem að getur hugsanlega náð 2/3 af framsóknarfylginu síðast og þá erum við bara í góða málum. Ef þú fer með eitthvað vinstri megin þá lokar það hinum megin og þá skapar við rými fyrir sjálfstæðisflokkinn til að vaksa sem höfuðandstæðingur okkar. Þannig að það bara óklókt. Þannig að við getum ekkert með allri virðingu fyrir Heiðu og hennar skoðunum og svona. Þá það bara ekki pólitíkin. Við ætlum að vinna kosningarnar. Þess vegna ætlum að vera með Pétur. Ég held að fólki í kringum hugsi bara akkurat svona. Þeir eru líka komast að því að þau eru nágrannar Hildur og Pétur, þannig að þau geta unnið saman og ég held samt að þetta sé rétt sem Smári að segja, ég held að þetta hafi verið, ég tók nú viðtalið bæði Heiðu og Pétur í okkar þætti og bara bæði mjög frambærilegir aðilar, Pétur vel að þessu kominn og ég hugsaði strax þegar ég tók viðtalið hann og hitt hann fyrst, ég hugsaði bara að þarna væri Samfylkingin líklega að næla sér í nýjan Dagbé, þú veist, ég hugsaði bara að þetta getur orðið kóngurinn í Reykjavíkurborg í 8 til 12 ára eins lengi og hún sýni, sko. Mér leið, ég ætla kannski mér þetta eldast mjög hjá mér, en allavega mér leist mjög vel á hann. Og ég held að þetta sé hugsað eins og þú segir að því að Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkur geta alveg unnið saman í sveitarstjórnarkosningum, þó að sé kannski aðeins erfiðara. Það er dauðadómur fyrir Samfylkinguna að fara í samstarf. Já, samt. Heldur það ekki? Ég veit ekki, en þú verður einhvern veginn að mynda meirihluta og það er engir aðrir flokkar að mæla stórir þarna, eins og talar Framsóknir í 2-3%, Viðreisn kannski kringu 10, Miðflokkurinn í 8, einhvers staðar að finna þetta fylgi. En byrju, sko, Sjálfstæðisflokkurinn að fara inn í þessar kosningar með sama klofningslið og í flokknu núna. Ég meina það er ekki komið, það er uppstilling. En það einmitt? Það mun ekki takast það. Mun ekki takast það? Nei. Þú varst í Sjálfstæðisflokknum ekki? Ég er þar enn, ég er alltaf að fá eitthvað bréf. Ég lemði með fortíðinni, flatir í Sjálfstæðisflokkurinn. Já, flatir, ég sé bara eins og maðurinn að við var sjálfstæðismaður og pabbi var sjálfstæðismaður og hvað er ég þá? Jú, ég er líklega bara bjáni, sjálfstæðismaður. Heldur þú að þau ætla að bjóða fram aftur Kjartan og Mörtu og Björn ég lasi þetta einhvers staðar í dag ekki Mörta ég lasi þetta einhvers staðar í dag að og ég held að sé rétt það er að segja að þeir sem vera settir út af borðinu það er Kjartan og það verður hann Björn Gíslason en Marta er alltaf sterkinn í kjörnefndinni til þess að þeir ráði við hana Já, Betti Jóhannsdóttir og fleiri vinir til staðar sem að mynda Skjaldborg. Það stendur til og það er nýjasta hugmyndin, samkvæmt þessu sem ég las, að Brynjar komið þannig í annarsætið. Öfgahægri komið inn í Sjálfstæðisflokkinn. Brynjar Níelsson. Er ég nýbúið að redda dómaraðastarfi? Nei, hann er atvinnulaus. Nú fór hann ekki eitthvað dómarastarfi? Bara 1 ár. Hann leist það bara 1 úr. Tímabundinn dómari? Sko, þetta er kenningin, það er að segja þeir ráð ekki við, hún ræði við það hendur 2. Það verða Kjartan og það verða Björn Gíslason. Ef að þessar kenningar eru réttar, Brynjar, það er pressa á hann að koma inn og verða maður nummer 2. Ída Ragnhildi öldu niður. Veistu, ég held að Sjálfstæðisflokkurinn er að tala við kosningastjórnarnir í Samfylkingunni. Þessi uppstilling er ekki að vera með að stilla Brynjar upp í annarsætið. Hugmynd. Mér finnst það frábær hugmynd. Finnst það góð hugmynd? Já, mjög. Sko, þeir tvö bara á strætóskili. Hildur og Brynjar, þetta er bara vesen. Ég veit að en Brynjar er mjög vinsæll. En það sem ég er að segja, vesinni er það að þetta fólk sem að kom saman til fundar til það sem var rætt að kæra Hildi fyrir þessar upptökur sem að hún á af borgarfulltrúum að segja þetta er hitt. Það fólk er að verða áfram inn í flokknum. Helgi Ás var uppreisnarmaðurinn í borgarstjórnarflokknum, hann er svo sem að leiddi svona ákveðna aðför af foringjanum sem að varð ekki að því að Ragnheiður Alda, hún klikkaði, hún vildi á endanum ekki fara þá leið að gera uppreisnina. Taldið ekki skynsamlegt. Þannig að þú munt sjá núna, hún heldur öðru sætinu, Marta verður hann innanborðs. Hver heldur öðru sætinu? Já, Ragnhildur Alda. Brynjar er eitthvað svona bara peningur í þessari ömlegu stöðu. Hann muni vilja þetta og kjörnefndi muni fallast á það. En þú ert með kjörnefnd sem er sko guðlögsliðið. Það er mörtufólki er ráðandi að þessu marki. Þannig að er Marta í guðlögsliðinu? Já.
Marta þar og Þannig að ég held að Sjálfstæðisflokkurinn muni stilla fram mjög erfiðum lista. En ef það maður það væri- sem ég er að segja. ef maður væri Björn Ingi samt hjá Miðflokknum sem að vinna dag og nótt greinlega safna liði, þá væri maður náttúrulega hringjandi í Brynjar Níelsson non-stop að reyna að fá hann í En oddvitann akkur segja þar. að hann hefur farið í prófkjör í Sjálfstæðisflokkurinn og ekki gert neitt þetta mót. Ég held að prófkjör henda nú ekki sérstaklega. Ég held að hann sé ekki góða smarla við. Kosningar og prófkjör eru svolítið líkt. Sko, Já, nei, ég bara er að segja, ég held að þarna, hann var í samanlista og Gulli var í síðustu kosningum. Og gerði ekkert, hann hefur hlustað á menni svo þig, síðan þú er svo vinsæll og það er ekkert að gera, þannig að hann vilti ekki Hann síma gera neitt, já, mögulega. En nei, hann náði samt eitthvað í að fylgja í gang, þó duði þetta ekki til að fara, hann var þó allavega að vara þingmaður og fekk sér sæti á Alþingi núna í vikunni. En eins og ef ég væri Miðflokkurinn og hann var nú líki viðtal hjá okkur daginn og mér fannst það nú gefa Miðflokknum heldur betur undir fótinn og maður sér það bara að Miðflokkurinn er leitandi lóðandi ljósi að einhverjum til að koma fram í Reykjavík af því að þeir eru að mælast með 8-9% og veit ekki eins og neitt hver að fara fram fyrir þá, sko. Við hafa Helga Ás sem að við treystum ekki hann alveg. er ekki svona maður í fyrsta seti, hann gerir heldur ekki kröfu, hann kom hingað í mjög skemmtilegt viðtal. Ég ætla að segja, hann fekk örgulega lofvörðum aðna þriðasetti. Já, ég held að hann var flottur þar. En Brynjar Níelsson er náttúrulega engin pólitíkus, hann er skemmtilegur, bráðfyndinn og sérstaklega sögurnar Sofíu, en hann hefur ekki markað neinn spor í sinni þingsögu. Hvar hefur hann verið sem okkur þótti verið eitthvað merkilegt að gerast? Ég var eitthvað að stríða nú að því að komið í fréttunum í vikunni, hann hefði verið komin á þing. Þá sagði nú vantar eitthvað til að leggja kapal. Þannig að það er eiginlega einu sem fréttist að hann var ekki að kapal. Og svo kom hann í viðtöð í podcast, hér bara í 3 viku og einn pæling í aðra hverja viku og eitthvað fleira. Og talandi að hann hefði verið að greiða atkvæði með hinn og þessu, með óbragði í munninum. Og ég sagði bara, akkur heldur fólk að þetta sé góðu þingmaður? Það getur ekki svona kosið til samvinskusinni. En þið munið þegar hann varð aðstofað Jóns Gunnarsson, þá komu þau 2 góðir saman. Já. Herðu, en hérna Ég ætla því ekki að vorum gera tala svo talsmaður persónuleika fólks sem við gerum kannski ekki oft. Pétur Martinsson, hann býður af sig góðan þokka eins og sattir. Ákvæðlega svona Mjög. Hann hefur hérna, ég veit ekki hvað það heitir, mikla félagsefni. Sjarmerandi. Hann alltaf verið fyrirliðar í öllum þessum íþróttamótum, það er eitthvað svona við hann svona. En ég veit ekki hvað það dugi eitthvað. Hann kemur náttúrulega reynslu lítill á móti eitthvað Hildi Einari Þorsteins. Bara þeim meðlega, svona. Sko það sem við vitum ekki í þessum kosningum, hvað gerist Sanna? Sanna er náttúrulega er að mínum að þetta er einhver svona skásti pólitíkusinn í öllum þessum hópi. Hún og fólki kringum hana hlýtur að fagna því að Pétur hafi unnið því að það skilur eftir kannski 30% kjósenda. Já. Vinstra megin við svona Vinstra bili breikkaði, já, það gerði það sko. Sko hún á eftir að trekja ágætlega og á eftir að ná góðum árangri með, er ekki lífkonum borð aftur eftir að fara í fílu í einhverja 12 tíma? Sko VG á eftir að halda sitt forval. Það er ennþá frambúrsfrestur í það, rennir út á miðnætti 1. febrúar, þannig að þá eftir að kjósenda hverjir farin á listan fyrir VG. Heldur að Líf náði því ekki? Hún er alltaf átt í erfiðleikum með að ná, hún er bara alltaf unnið þetta næstu bara 50-50 sko. Já, þetta er náttúrulega, ég held að það þurfi bara að spyrja á leikslókum. Ég er ekkert að, það er bara opinbert leyndamál að staða Líf innan VG hefur aldrei verið sterk. Hún hefur alltaf verið bara, þegar það voru að deila þarna, hún og Sóley Tómasdóttir, mun ekki til því. Hún lagði Sóley. Nei, það var auðvitað. Já. Sóley vann með litlu minn og let Líf ekki neinn ráð og nefndir. Þetta var fyrir hatrum bara þetta. Já, þetta var náttúrulega mikið meira á bakvið þetta. En Sóley sem þetta hafði alltaf og svo hætti Sóley á miður kjörtímabili og þá tók Lífið. Það var sem sagt þess vegna held ég hún hefði sigrað. Nei. En hún sigraði samt. Ég kannski bara Hilfór, já. Kannski eru pólitíkin okkar orðið þannig að það er í samtíð Bandaríkjunum sko, svo vinnur sem að þú vilt drekka bjór með. Pétur myndi vinna Heiðu þannig. Já. Pottið. Það er eitthvað við Heiðu miðst sko ef að Heiða væri kall, þá væri hún eitthvað sem að allar eftirhermur herma eftir. En það bara er eiginlega aldrei hefnd eftir konum. Af því hún er með svo skrítin talandar. Hún hlær svona í mér í setningu og klárar ekki setningur og bakkar og segir eitthvað annað. Þannig það er eitthvað, það er ekki að vinna með henni, henni vantar svona smá öryggi.
Já, þú hefur analýsað þetta sem svona fjölmiðlamaður, ég bara, sem leikmaður, ég bara, ekkert, hún bara lítur stórklæsilega út og virðist vita hvað hún að segja, sko. Svo það bara aftur bara annað mál, sko, hvernig takturinn í samfélkingunni þessa dagana. Og það náttúrulega bara vita allir sem að vita eitthvað pólitík að Kristrún hafa aldrei átt neitt skap saman frekar en aðri sem hafa verið þarna fyrir samfélkinguna upp á síðkastið í borginni. En aðstofamennir voru flotta frá henni. Já, svo var það. Já, og það er líka, já, fólk það má alveg spyrja sig hvers vegna það var. Og svo sjáum við, sko, hún gerði náttúrulega fatal mistök daginn fyrir kosningarnar að gangast ekki við þessum samskiptum að Pétur væri frægukall og reynslu lítill, segja bara strax, jú, ég sagði þetta og verði ekki svo. Hann það? Já. En hún sagði, nei, ég kannast ekki við að skrifa. Svo kemur næst, já, það getur verið að skrifa þetta, en ég bara ekki viss, ég að skrifa svo mikið. En heldur þetta skiptir máli í sjálfum sér eða skiptir þetta máli vegna þess að hún þarf að eyða tímanum sínum í að svara fyrir þetta og kemur ekki því sem hún vildi kannski koma á? Þetta er bara stempill. Þetta skiptir samt bara engu máli vegna þess að sko bólnunin sem varð á félagatali samfélkingan bara þannig að sko allt þetta fólk skráði sig ekki í samfélkingunum fyrir þetta prófkjöt til þess að halda Heiðu inni sem borgarstjóraefni. Það bara ekki þannig. Þetta var löngu tapað bara sama hvað kemur fram í þessum viðtölum. En hún tapaði stærra fyrir vikið, það ég að segja. Ég hefði sem samfélkingan væri Reykjavík þá hefði ég ekki kosið hana eftir þetta. Ég hefði hugsað með mér, okkur getur hún ekki sagt satt, því þetta var augljóslega ósatt. Það sem að svona dót sem að kannski skiptir engu máli, hún að svara langt fram á nótt, alls konar einhverju drasli, sko. Og ég meina, Kristrún var að svara fyrir sambarlegt að hún sagði við bara strókaði bara yfir dag. En vandinn eins og að sá að þú ert komið með svona slatt af þessu, að þá kemur engu í gegn, því allstað sem kemur, þetta spurða þessu. Þannig að þetta er sama með, ég var að tala með handboltan aðan, það var fyrstu 3 mínúturnar, farið að svara einhver tölvupóst eftir miðnætti, þá er þetta búin að tapa kannski. Þess vegna er þetta fatal mistök. Kristrún komst alveg upp með að kalla dagaukaleikari í einhverjum svona pósti. Hún þrætti aldrei fyrir það, hún bara, jú, þetta er svona. Það er að því að hún var að vinna, sko. Já, en þetta er eins og þú segir, hún þarf að vera að svara fyrir þetta á ögurstundu. En að því þú komst inn á bara hvað gerir Sanna, þá er náttúrulega bara ekkert óljós hvað Sanna gerir. Sanna fer náttúrulega fram. Hún fer náttúrulega fram fyrir þetta sameiginlega frambóð. Ónefnt frambóð. Já, hvað hún var til að taka. Já, hvað tekur hún mikið fylgi. En það er hún að brekka náttúrulega vinstri, eða sett bílið á vinstrinu eftir að samfélkingin færist til hægri, þannig að það vinnur nú með. Það er svo skrítið með mig hafandi verið í Sjálfstæðisflokknum og trúandi á einstaklingsframtak og eitthvað ble. Mér finnst Sanna að vera svona mjög góður kostur sem póll á vinstri vegnum. Já. Og ég var alveg til að kjósa hana þess vegna. Haldið að Píratar gera eitthvað mót? Nei. Ég held ekki. Þannig að það verður fyrst og fremst. Ég er spenntið fyrir ýmsu í lífinu en ég er ekki sérstaklega spenntið fyrir Píratum í borginni. Ég bara var búin að gleyma það að Pírata var ennþá stjórnmálaflokkur. Það kom að Magnús Norðdahl sem er 3. í borgarfulltrúa þeirra. Hann kom með hann ætlaði ekki að sækja þetta og hann verið hættur í Píratum. Þetta er svona högg fyrir þau. Af hverju þetta skella eftir þetta? Já, það er nefnilega spurningin sem að fólk kannski mitt spyr sig. Þú veist, ef þú ætlar bara að hætta, þú veist, þá bara hættur en þú nota tækifæri þegar tilkynir og ætlar ekki að fara aftur í borgarstjórn og segir bara, svo er ég hættur í þessum flokki. Þannig að það var svolítið högg í maðan held ég fyrir þau. Það væri bara að gefa Degi B það sko, þó að ég sé ekkert sammála með öllu sko, ég kalla hann þetta King Dag B sko, þá er allt búið rugl í borginni sína hann fór, þú veist, Einar Þorsteins mætti hann í korter og hann handlaði ekki hitt hann, þessar kryddpíur slá meti að vera óvinsælar sko, 2% borgarbúa vilja allavega Heiðarborg. Það er þetta sem er alltaf að vera vitni núna, þá fekk fólk bara aukt blað, og hvernig þú fá svo borgarstjóri? Og sá sem maður fekk hæðst, ég man það ekki. Og 9% eitthvað, en hún var sitjandi borgarstjóri. Sanna og Hildur voru einu sem að fengu eitthvað. En punkturinn með mig var bara, Dag B var, að því að stundum, mér langar að taka upp hanska fyrir honum, sko, hann greinilega var, ég sjá það, bara slitna strax úr samstarfinu, ég held að vera 12 dagar sem hefði búin að vera að leiða samfélkinguna, þannig að hann held þessu greinilega saman og var límið í borginni, sko. Já, það gerir stundur svona því að stjórnmálið er náttúrulega svona félagsstarf og þegar einhver fer og það getur oft verið tengslu þegar þú náttúrulega hlustað að það var ekki 7 ár
að einhver ríkisstjórn hélt saman út af góðu sambandi Bjarnar Ben, Katrínar og Sigurður Inga. Það væri rosalegt mál með einstaklingarna, sko. Það var að því að þetta fólk var, eins og Katrín, hún var alveg til í að sveigja inn á hægri venginn og var ekki einu sinni á miðjunni, hún var bara til í að vera hægra megin. Til í allt. Það er eitt varðandi Kristrúnu, því að hún eiginlega getur gert hvað sem í samfélgingunni. Það er oft þannig að ef þú bara skilar árangri að þá bara ferð að gera allt. Og það er eins og ekki víst að það eigið að gera það, sko. Það sem ég hef verið að velta fyrir mig, af hverju er hún að leggja þessi svona höfuð áherslu á það að einhvern veginn stjórna því hvernig samfélgingin birtist í Reykjavík. Ef að markmiðið verið að byggja upp svona stóran flokk, að þá er bara fínt að hafa svona nokkur svona powerbase sem eru kannski ekki með alveg sömu áherslunar. Hérna erum við með þingið og þar er ég og fínt að sé kannski svona aðeins annar blær í Reykjavík og svo hérna í gamla daga var þetta þá líka sko ritstjórnin á Þjóðviljanum eða sem var svona powerbase og það þótti bara gott. En mér finnst eiginlega allt í dag er orðið svona það verður allt að vera bara eins og píramíti og allt eins og bara höfðingi segir, sko. Ja, þið sáu sko hvernig Dagur B. sem að áratugum sama var nú helsta von samfylkingar. Þið sáu hvernig hún barði á honum miskunnarlaust og niðurlega svo í þinginu líka. Þetta er svo markið að velja í stemmingu, sko. Já, þetta er bara augljóslega það. Ef þú dreipar hann ekki strax, þá mun hann dreipa þig. Já, þetta er svona, já, það er svona rosa stemming. Staðan fyrir ég hefði haldið að vera skynsamlegt að Dagur er náttúrulega eins og þú segir mjög hæfur maður og hefur staðið sína plikt með sóma, laða þessi fylgi, það hefur verið skynsamlegt að hafa hann svona við hliðina á sér. Já. Frekar en hendur hún í kjallara. Mér finnst það fínn í þinginu, hann er svona soldið svona, hann er svona með svipaða stöðu og hún hérna Þórdís Kolbrún. Það er ekki alveg bundin að því hvað flokkurinn vill endilega. Mest með bara erlendis að slaka á bara. Þetta hefur alltaf verið sko í boði ef þú þingmaður. Það máttu vera svona svolítið sjálfstæður. Sjálfstæðarflokkurinn var alltaf átt einn eða tvo svoleiðis. Já, Einar Oddur á sinn tíma og fleiri. Kannski bara Pétur Blöndal. Notalegt eftir öll árin í borgarstjóra. Og Ögmundur í öllu flokkur sem hann var í var alltaf bara sér. Já, það var nú meira bramboll líka sko. En eins og þú segir bara Smári, ég menna þú veist, á meðan að allt sem Kristrún gerir verður að gulli og hún er að vinna, eins og þú talar þú veist, hún er bara heit núna, allt sem hún gert hefur reynst rétt eiginlega, hún er bara búin að byggja upp samfélkinguna, fara með upp í hæstu hæðir og eins og við tölum efnahagsástandi er svona og ég veit að hægri með spyrja sig bara, okkur er þessi flokkur ennþá samt svona vinsæll, það er bara út af henni, þannig að ég segi bara meðan að hún er þarna við völd, þá á hún bara stýra þessi flokki því að eins og við nefndu áðan meina, hann var í sko næst í fallinu þingi og hún mætti hann að sveiði sko. Þannig að ef maður væri inn á fundi samfélgingar og segði svona, já ég veit ekki með hana Kristrúnu, það eru engar undirtektir. Hann er ekki með þetta aftur En hún þarf náttúrulega bara að delivera samt sko, það er bara liðið eitt ár, auðvitað gæti fjara undan ef hann tekst ekki delivera því sem hún er að vinna að. Ekki það ég held að hún bara henni gangi vel með ýmislegt. Ekki verðbólguna, augljóslega. Þið sá Jóhannes Sigurðardóttir sem fór inn með þessum fljúandi meðbyr og allir trúða á hann að lamaðir fengu mátt til að fara á kjósan í prófkjöri og... Mikið guðsblessun var það nú, að við áttum þó eina manneskju sem að gat skapað einhvern frið í kringu ríkisstjórn. Já. En það var bara engin annar. Nei, svo kemur... Það er ekki talað illa Þetta er það sama, þetta er svona sama fyrirbæri, hún er mjög sterk. En svo, fer það eins og það fer. Ég held að Jóhanna sé fnæsandi hérna yfir og sért að líka henn og Kristrúnu saman, sko. Ég held að hún sé ekki aðdáðandi, sko. Nei, ég var ekki líka það saman. Ég gæti sagt, nefnt Davíð Oddsson líka sem að hafi þetta power. Já, og nú, það fór eins og það fór. Hann eitið í Írak-stríðið til dæmis. Já. Ég held að hann hafi sturtað svona helmínu þar. Já, fullt af mistökum. Og svo sett hann svona fjórðungin í fjölmiðlafrumvarpið, þetta var stórfurðulegt. Svo fékk hann 15% eða 12% í forsetakosningum. 13,9. Já, 13,9 út með þetta. Ég var mitt á milli. Við höfum þetta alltaf, þetta er svona, hvort að sjálfstæðarflokkur er farið undir 13,9. Það er henni undir í könnunum. Nei, ég segi það að þetta eru risarnir í pólitík og nýji risin í pólitík er klárlega Kristrún. Talandum stjórnmálamenn með mikla pólitíska innegn. Bjarni Benediktsson. Ég reyndar fjallaði mikið það að hefði líklega engin stjórnmálamenn komið svona jafnt langt án pólitíska innegnar eins og Bjarni Benediktsson. Því hann náttúrulega var hann mótaði eftirhrunspólitíkina
algjörlega, Já, á þess að vera að njóta vinsalda. já, Og með, eiginlega engin stjórnmálamaður verið svona langtíma óvinsælt og svo Bjarni Benediktsson. En mér finnst þetta áhugavert múf hjá samtökum atvinnulífsins að því hann, sko ég minnist þess ekki að hann hefði verið rómaði fyrir að vera góður í samningagerð. alls ekki. Ég minnist þess ekki, sko, þau megilega þetta mig að Kannski vilja þær ekki semja. svo, já þú meinar út bara að fjúpa plottið bara. Já, núna vilja þær bara allt upp í loft. Já. Við bara viljum ekki, við viljum sprengja samningarna í haust. Já. Mér finnst það er alltaf látið eins og verkalýðshreyfingin myndi kannski vilja það. En ég held að við þurfum líka að horfa á að kannski vill samtök atvinnulífsins bara. Segja bara þetta hækkanir voru allt of miklar. Vafferinn búin að hóta þetta aldrei. En ég er ekki vissum að SA sé endilega á því að fara að berjast fyrir þessi samningar haldi. Og hvað ætlaði að fá út úr því? Fyrst þú ert kenningarsmiður? Ég Bara óróa og enga samninga og það er einhver hækkun sem kemur í haust. Og ef það er alltaf þannig, þú getur sagt þeim upp hér, svo kemur hækkunin. Þess vegna segja, er erfitt fyrir verkefnishreyfinguna að hafna því, þú veit eiginlega hafna því að fólki fái 2,5% launahækkun, sem er eiginlega bara bót fyrir verðbólguna sem búin að vera undanfarið. En það má vel vera að SA segi bara, við spörum okkur bara þetta. Já, það er kenningin þín. Ég er ekki beint kenningar, þetta er kenningi í móti. Já, kenningin Ég mitt. held að þetta sé að freka bara einhver heimska beinlínis að ráðan. Heldur en eitthvað svona að þeir sjá eitthvað svona fram. Þetta er bara eitthvað klíka sem ákveður það, jú, hann vantar vinnu kall greið og Hann heldur að vanti vinnu. bóttið. Ég ekki það að hann vanti peninga, en hann vantar kannski svona tilgang fyrir lífið. Gera eitthvað, hafa eitthvað Hásætið að sitja í. Til hvers á ég að fara fram úr, segir hann. Já, til hvers að ég að vakna. Já. Jú, nú getur hann að vakna, hann getur pöngast á sólvöðan eða einhverjum og... En hann er skelegur talsmaður. Jú, en hann er með þannig fortíð að þetta bara gengur ekki upp. Get ég ekkert sagt í ákvæmtum en það en. Sko, ég skal segja ein stutt saga. Ég var lengi í þessum kjaramálum sem formaði stýrstjóra stýrimann á Vestfjörðum. Og einhvern tímann þá sátum við í karphúsinu, það var verkfall. Kristján Ragnarsson og hans fólk sem að þið veitir kannski ekki. Nei, ekki séns. Formaður LIU, formaður útgerðarmanna. Það heiða vind þess tíma. Heiðrún, já. Þeir sátu grái fyrir játnum inn í hodni. Við vorum inn í sjómenninni sem vorum í verkfalli, vorum alltaf frammi. Svo er Einar Oddur sem var þá formaður samtaka atvinnurekenda. Hvað gerði Einar? Hann fór ekki beint strik inn í hodn. Við sátum frammi og vorum að spila Trivial Pursuit. Þá kom hann og sagði, strákar, má ég ekki vera með? Jú, þú mátt vera með. Þannig komst hann, var hægt að fara að tala saman. En hinir voru bara með hnefan. Þú þarna stjallandi hörðum og... Og þú áttu að Bjarni sé hnefamaður frekar en Trivial Pursuit maður. Já, pottið. Bjarni er náttúrulega ekkert að fara að klappa einhverjum fátaklingum á hausinn. Mér finnst það mikil fengur fyrir atvinnulífið að fá Bjarni Benediktsson með. Ég ætla að segja það. Það sem kemur mér á óvart, hann er búin að vera í pólitík síðan, ég held að hann fór úr þing á 2003 eða eitthvað svoleiðis. Hann er búin að vera, ég hefði haldið hann hefði verið til í eitthvað kósí 9-5 skrifstofustarfa sem hann væri ekki með myndavélar fyrir fram að sig allan daginn. En hann er gætlega bara saknað sviðsljósið svona rosalega. Þannig að þetta kom mér alveg svona í opna skjöldu að sjá þetta, en eftir þess að maður fór að hugsa þetta betur og betur þá kannski fór þetta alveg að make a sense og maður væri nú alveg til að vera að fluga vekk þegar hann og Sólveig Anna hittast og ræða málið, sko. Ég held að þetta sé vont fyrir hann, vont fyrir atvinnurekendur, bara einfalt. Já, ég meina, það er einhver hugsun á baku þetta, sko. Hann er að taka niður fyrir sig, það er bara þannig. Já, þetta lítur að við, sko, það er harðnandi efnahagsástand framöndan. Þannig að pólitísk barátta SA mun þurfa að verða harðari á næstu missurum heldur en við verið hingað til. Þetta verður ekki bara samningar um kaup og kjör. Þetta verður samningar ég veit ekki hvernig þetta fólk hugsa, sko, grundvöll atvinnulífsins til þess að hér verði eitthvað verðmætasköpun og þau bulla eitthvað svona. Og þau að velja bara harðan pólitíkus í harða pólitíska baráttu. Ég held að þetta sé þannig. Ég held að þú hefur alltaf miklu að trúa á djúphygli þessara manna. Þetta er ekki tannig. Mér finnst það mjög spennandi kenning. En þetta er örugglega ekki svona djúphugsa. Og svo getur maður tekið þetta lengra, þú veist, hvað áhrif hefur það á stjórnmálinn og stjórnvöld. Já, þetta er náttúrulega, það er ákveðið sess þarna sem að framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins hefur. Það eru
Ég meina með eins og fréttastofa Ríkisútvarpsins hefða sér, sko, þá var þetta 25 kastljós á ári. Já. Ég er að segja, Það er bara þannig. Reyndar. Og viðskiptaráð á svo 15 sem er eiginlega alveg óskilandi, að viðskiptaráð bara veit ekki hvað það er eiginlega. Er þetta ekki einhver klúbbur, þitt er þó svona, hefur einhverja funksjón. Þetta er reyndar alveg rétt, þið fá athygli, fá jákvæða. Það er hugsað, ok, við hefum 25 hérna kastljós og við hefum svona mikið. Hvernig var notið í þetta til þess að núna, að þú nefnist Kristján Ragnarsson. Kristján Ragnarsson, hérna fyrir eitthvað sem að muni ekki eftir hann ásamt Þorsteini Pálssyni sem að formaður vinnuveitenda-sambandsins, þau breyttu áróðri þessara stofnana, eða þessara félaga, þannig að þau fóru alltaf að reyna að sannfæra okkur að þetta væri okkar hagsmunir. Kristján Ragnarsson alltaf tala að útgerðin, ef útgerðinni vel, þá líður þjóðinni vel. Hann orðaði þetta ekki þannig, en það var alltaf stillt upp þannig. Þetta væri bara upp á líf og dauða fyrir þjóðina að útgerðinni líði vel. Og þeim einhvern veginn tókst þeim þetta. Grátkorinn, Frey. Grátkorinn og Þorsteini Pálssyni tókst þetta líka. Hann algjörlega breytti svipmóti vinnuveitendasambandsins. Þú ert að meina Bjarni sé nýi kórstjórinn fyrir grátkorinn? Ég meina þetta er bara fyrirbrigði sem er bara í gegnum tíðina hefur oft verið í svona harðri pólitískri baráttu og þeir meta bara stöðuna þannig að við erum að fara inn í þannig tíma að við verum að fá svoleiðis kall í brúna, sko. Já, kannski. Ekkert eitthvað sem að spila Trivial Pursuit eða það var ekki sagt að Sigríður Margrét eða ekki? Jú. Sigga Magga var hún víst kölluð. Hún hafði góð tengsl við Sólveig Önnu. Það var sagt í aðdraganda síðustu samninga að það væri svona lykillinn að því hvað hefði vel gengið og þeir segja að það er svo gott á vissum tímum að það er ágætt að byrja að Trivial Pursuit en reyni minn. Nú er tíminn hefans. Já. Þú heldur að þeir hugsa ekki svona. Reynir spenntur. Nei, ég held að þetta sé bara ekki svona djúpt. Þetta er bara, þeir sjá þessi popstjarnar vil stíga og stokka á ballinn í Súðavík og ok, þá mann til að syngja. Ég var búin að sakna svo þarna Sýsljósinu, þannig að ég er ánægður að fá að taka viðtalega áfram, sko. Hann er bara, já, þú veist. Hann hefur aldrei verið að koma til mín, sko. Nei. Það er bara nokkur sem hafa aldrei komið. Það er Sigmundur Davíð, Katrín Jakobsdóttir og Bjarni Ben. Já. Meira sér Kata. En ég sendi á Bjarna og sann ég datt nú í huga að þú myndir senda á mig en ég ætlaði nú bara að vera í nokkuð viðtöl en ég skal tala við þegar ég tek við starfinu í mars. Ok, frábært. Ég hlagt til að sjá það. Fá Reyni með þér. Því að mér langar til þess að heyra hver er pólitík SA í þessum tíma. Því að þetta er náttúrulega gríðalegt áhrifavald í íslenski pólitík. Já. Og stefna sem er mótuð í borgartúrinu, hún verður stefna Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins og svona 90% Framsóknarflokksins. Þannig ef þannig verið að svona taka til í stefninu og svona, þá myndi ég vilja bara, vera með umræðu það, hvað er það sem SA vill? Já. Það er alltaf spennandi. Og þú heldur að Bjarni hafi svörum við því? Ég veit ekki. Tímið mjög hæglus. En svo má vera kenning Reynis er svo að það sé svo erfitt að detta úr sviðsljósinu. Ég sagði hérna daginn sögu að manni sem hafi verið í sjónvarpinu í 20 ár og fekk svo mjög vellaunaða vinnu, þreföldum launum og fleira, það sem var ekki í sjónvarpinu. Svo einn daginn var hann að sækja skyrturnar sínar í þvottahúsið og afgriðt að konan þekkt hann ekki. Það var hann svo mikið sjokk að hann fór aftur í sjónvarpið. Já. Ég velti þessi fyrir mér nefnilega, sko. Þetta er bara og þetta er ekki, þetta getur maður litið á þetta sem hégóma, en þetta er líka svona að vera séður. Já. En það er svona, hann var kannski ekki alltaf að fá frábæra athygli, sko, hann ég hefði haldið mitt að hann væri svona kastaði hann glimmerinn til dæmis. Já, einmitt, sko, ég myndi kannski freka skilja þetta með sem að Kristrún myndi vilja fá, en já, þetta var spennandi. Ég sá Bjarna nammibarni með Hakobin daginn og ég var svona, þarna, þessi gæði, já, stór og myndalugur og reffilugur ekki spurning að því við erum að tala svona, við erum búin að vera mikið að tala um svona hvernig fólk lúkkar og svona, haldið það skiptir máli í pólitík? Já, það gerir það. Það er til menn í íslensku viðskiptalífi sem sagt það, hann hefði aldrei náð svona langt ef hann hefði ekki verið svona stór og reffilugur. Af því það er bara að hafa eitt svona stóran reffilegan kalli við endan á borðið, ekki tröst.
Þú er ekki kynjafræðingur? Jú, þetta, þú veist, þetta er náttúrulega, það er ekki spurning, ég er kynjafræðingur. Þetta var fullrík sem ég setti á borðið hérna fyrir þig. Jú, þetta er náttúrulega, þú veist, það er til ótal kenningar og svona læragreinar svona karlmennsku valdið sem að fylgir einmitt atvinnulífinu og öllum þessari svona samningsstöðu sem að fólk móta sér og þá virðingu sem er borin fyrir því versus hinu kvenlæga. Þannig jú, þetta er náttúrulega bara svona, en þetta er búið gamaldags sko. Og svo sem stendur ekkert alveg óhaggað í nútíma umhverfi kvenskurunga sem að leiða hér bara nánast öll embætti á landinu í svona hinu opinbera, þú veist það sem er í rauninni kannski þessi svona félög og ríkið og sveitarfélög og svona svoleiðis, eða svona þetta stærsta. Á meðan sko í atvinnulífinu þá náttúrulega sjást þar miklu sjaldnar. Þannig að sko völdin í peningaheiminum eru ennþá bara mjög karllæg á meðan að þú veist það er orðið ákveðin svona breyting í þessu svona girlboss feelingi í opinbera lífinu. En ef við myndum textagreina til dæmis umræðunar í þjóðmálum, svo ég sé ekki að stríða þér, Birkir, þá held ég að það komi fram að það hefði talað svona Bjarna. Hvað hann er sætur? Ég veit ekki hvað það er sagt, treffilur og svona, en það er svona talað í kringum þetta. Já, Bjarni með svona tón svona, sem að ég held að hann sæki í svona hvernig hann er á velli, sko. Já. Þannig ég held að þetta sé raunverulegt, sko, að menn sé að velja fórust og fleira út frá þessu, sko. Já, velur ekki einhvern rundil til að verða. Nei, Pétur Matthíasson er þetta með sannir ekki 1,60. Nei, mitt. Hugsaður. Jens Garðar, hann er eins og bara rétt rúmlega 1,60. Hann átti innkomu í fréttir vikunar með því að hann vildi fara að skoða það að senda fólk aftur til Palestínu. Hann stækkaði ekki við það. Nei. Það verður að reyna að stela blaðsíðu Miðflokksins þannig held ég. Marja, hvernig sló þetta þig? Já, mér finnst þetta bara ótrúlegt í raun og veru og já, svona ákveðin forréttindi bara að hugsa einhverju stríði sér lokið þarna og hugsa hlutin ekki aðeins lengra. Það er náttúrulega langt í frá og bara hver aðstæðan er og staðan á svæðinu. Og já, ég veit ekki, bara nánast að maður vilja senda fólk bara á svæðið og leyfa þeir retta sér fæði klæði og húsnæði, sko. Á svona stað. Já, þetta var agalegt. Það verið í kvöldfréttum RÚV bara daginn áður. Það hefur verið viðtal við palestíska konu sem var að biðja teppi. Það er bara rigning og það er kalt og börnin eru bara fyrir skjól. Börnin eru bara deyja á Gaza út á kuldanum og vósbúðinni. Varstu ekki svolítið hissa þegar að heyrði þessa yfirlýsingu? Hissa og ekki hissa, mér finnst þetta bara ljótt og mér finnst þetta fyrrt og mér finnst þetta sko líka, þetta er þetta hræðilegt gagvart bara einmitt fólki sem að þú veist, þetta sýnir svo lítinn skilning eða bara einbeittan ásetning til vanþekkingar á stöðu fólksins sem að er á Gaza núna en líka þá er þetta svo ljótt gagvart fólkin sem hefur tekist að flýja sem sagt stríð og ekki í rauninu bara palestínsku fólki heldur líka bara fólki sem hefur þurft að flýja sínar heimaslóðir og þú veist, ég held að enginn geti, þú veist, ég held við skynja svo lítinn vilja eða áhuga hjá honum og þeim sem að tala svona á að reyna að setja sig í spór þeirra sem að hafa sloppið úr helviti og þú veist, þegar að heimilið þetta er gert að helviti og svo ertu komin í eitthvað öryggi algjörlega tættur með trámað í líkamannum og alla sorgina og allt sem þú mistir og allt sem þú færð aldrei aftur og allt sem þú átt ekki nema bara einhverjar minningar eftir af og svo sagt, getur ekki bara farið aftur í þetta, getur ekki bara aftur farið í ástandið að vera hrædd, svöng þú veist, upp á náða miskun einhverja vondra kallra komin, þú veist, þetta er bara svo anstíkilegt. Og til að taka þátt í uppbyggingunni eins og það var orðað sko. Sem Trump Já, sem Trump ætlar að standa. Það voru fundir í Evrópu, hún okkar dómsmálaráðherra var að fundi Sigríður Þorbjörg, ekki? Þorbjörg Sigríður. Ég er ekki búin að stemna. Nafnatjekkarinn var. Gott að hafa þetta. Annars verður við sem að staðurinn. Þú áttar því að þú ert alltaf að gleyma nöfnum kvenna. Þú áttar að því. Nei, ég get alveg gleymt. Ég ætla að vera fyrir aftæði alltaf núna. Hún var á fundi í Evrópu, þar sem að Evrópuríkjum voru eiginlega að tala sig inn á það að senda aftur fólk til Sýrlands. Af því að þar væri orðið gott ástand.
Það svona eiginlega upplustin. En mér finnst sko með Jens Garðar, þetta lýsir miklu frekar örvendingun innan Sjálfstæðisflokksins. Hann bara liðhlaupar við hvert fótmál að fara yfir í miðflokkinn og við vitum alveg hvers konar pólitík þar og hann svona að hoppa svolítið á því reyna að stöðva þetta. Við skulum bara senda Palestínumenn að fanga og við skulum vera vond við þá sem erfiðast. En heldur hann hugsi bara ekki neitt? Jú, þú veist, þetta alveg úthugsað. Þetta útpælt, sko. Já. Þessin svo alls ekki legt. Og hann segir, Palestínumenn ekki að fara að kjósa mig. Þannig að ég ekki að tapa þeim. Og þetta lið sem fyrir að væla það var aldrei að kjósa mig. Nei. Hann getur, ég vinn við það að bjarga þessum 13 sem að gætu farið yfir í miðflokkin í dag. Þetta rétt lesið það, sko. Fólk sem var pró-Palestínu sem að vona að sem flesti séu, þeir voru alltaf að vera að kjósa Jens Garðar hvort þeir, en hann hefði kannski litla að tapa, en þetta var bara svo, byrð sér frá hvort það verið Jens Garðar einhver annar Sjálfstæðisflokknum, þetta bara, eins og Reynir segir, þeir eru í einhver rosalega midlife crisis á sig í sletti Sjálfstæðisflokkurinn, þú veist, veit ekki, þeir eru að missa til miðflokksins og meira sér að Viðreisn líka frjálslyndaðarmenn, sko, þannig að þeir eru svona einhvern veginn að reyna núna, vita ekkert í hvort fótinn þeir að stíga. Þannig að þetta var bara léleg og pathetic tilraun. Og nýji formaðurinn næri ekki almennilega að fóta sig. Hún nýtur ekki almennilega stuðningin í flokknum. Nei, hún nýtur ekki stuðnings. Það er svo flokkurinn ætla ekki að una henni að vera formaður. Nei, og sagan svo í dag að menn sé að leita strax að nýju formaðsefni. Orri Hauksson, álitlegur. Hver það? Og hann orðinn Orri Hauksson. Sem fórstjóri Símans. Fyrirverandi aðstofamaður. Hann reffilegur? Hann fann að gera sig gildan. Reffilegur? Glæsilegur? Glæsilegur, já, bara stórglæsilegur. Sem nóg fyrir mig, sko. Nú ég bara að kóa, sko. Ég orðinn með það. En þetta sagan í dag að hann sé svona formaðsefni eitthvað staðar inn í framtíðina sem verið að byggja undir hann. Hann vant að vinna. Betur verið hann ekki fórstjóri Símans? Nei, hann var það. Hann átt að skrældi Síman að innan, sko. Símin eitt af þessu fyrirtæki sem hefur selt alla innvið út úr til þess að borga hlutónum. Þannig að það var mjög gott að vera hlutað þarna. En það má deilum það hversu traust Símin til þess að, traust fyrirtæki Símin til þess að standast svona þá seglu sem að fyrirtæki þurfa að hafa svona næstu 20 árin. Þetta svona stór hættulegu leikur sem eru að. En það var náttúrulega ekki hann sem var kannski ekki höfundurinn þessu. Það voru þarna hópu fjárfesta sem að flakkar á milli að gera það sama við Arion banka en það eru okkur takmark fyrir eitthvað mega að því en eru oft með tillögur að gera þetta. Það bara að fara inn í fyrirtækinu og bara soga allt innan úr þeim af því að við eigum þetta. Það þekkt. Þannig að því að sögðu það að verið að leita formanni Sjálfstæðisflokksins sem örglega. Ég býst við þegar Sjálfstæðismenn hittast að þessu svona 100%. Af því að úr þessu ólíklegt að Guðrún ná ykkur og svo þetta náttúrulega eins og þeir að lýsa. Þetta eiginlega, það auðvitað að sitja hérna í sérfræðingarnir í stofunni og vera að segja hvernig leikskipulag Sjálfstæðisflokkurinn á að hafa með miðflokkinn öðrum megin og Viðreisn hinum megin. Skelfilegt. Eru þið með lausnina á þessu? Nei. Ef ég væri með hana myndi ég ekki segja hana. Nei, þú myndir ekki hjálpa henni. Nei. Þannig það er allt í einhverju panik. En við getum alveg sagt, þetta er sorglegt að nýr formaður kemur á að snúa þessu við, komnir undir 20% fylgi og þetta heldur áfram að siga. En þannig er staðan og hvað sagði ég Baldvin, ef að kallin í brúnni fiskar ekki, eða kjærningin, þá þarf að skipta En það er einn maður sem að við þurfum að sækja að vera svona hugmyndafræðingur Sjálfstæðisflokksins, það er hann Kári Kristjánsson. Sigurður Kári Kristjánsson. Hann er náttúrulega atvinnulaus, eða atvinnulítið. Það fyrir þig, sko, að hlutast Takk fyrir. Já, viljandi gert. Nei, hann að sækja þetta, það er ekki eftir þessu. Hann skrifa svona lærðar greinar einmitt það hver lausnin að sigla í gegnum þetta. En þeim vantar bara alveg eins og við erum með á vinstrivegnum, við erum að tala Kristrúnu á hann og ákveðnar lofræður hana, þú veist, það er bara sama, ekki það Guðrún mér finnst Guðrún mjög frambærileg og margir héldu að Bjarni væri vandamáli, hann skilaði þó samt 20% í kosningum sem var hræðilegt en ákveðið varnarsigur voru að væri sem 12% nokkrum mánuðum með vikum áður, þannig að þetta, gefum Guðrún þetta eina ári viðbót því að við talum svo í sig, en já, gefa Guðrúnu 1 ári viðbót því að máli að það er ekkert vilji í flokknum til þess að gera það, sko. Ég finnst þess að Sjálfstæðismenn sem ég hitti allir til ég að tala illa um Orman og var reyndar líka þegar Bjarni var ég er kannski bara Sjálfstæðisflokkur búin að missa flokks fóringja hollustuna sem hélt flokknum saman
og ef hún farin, eða bara einhvern tíma hefði verið þannig að við hefðum verið sjálfstæðismennina og ég sagt, mér líst ekki á hana Guðrúnu, þá hefðu þið öll sagt, við skulum gefa henni séns og það var bara stemmingin í hópnum. Hún ekki hann lengur. Það er bara allir fara að tala illa Guðrúnu. Ég spurði nú títtnefndan Brynjar hvernig hann myndi vilja sjá ef að Guðrún ákveður að kalla þetta eftir rúmt 1 ár. Hann nefndi að Gulli myndi gefa sér svona loka séns, hann náttúrulega búin að bíða átekta. Svo getur við séð einhvern utanaðkomandi Halldór Benjamín eða Guðjóns, einhverjum svona glæsilega menn. Gulli komið langt fram með síðasta söludag. Halldór Benjamín eða Heiða Guðjóns, eða Heiðrún Lind. Eða Heiða Lind. Heiðrún Lind. En nú tala ég bara af vanþekkingu. Hvað með Þórdísi Kolbrúnu? Já, ég væri mjög til að sjá. Ég væri ef ekki að spyrja frekar hvað langt þangað til Þórdís Kolbrún fer yfir í viðreisn? Já, ég ætla að spyrja. Sko, vandi Sjálfstæðisflokksins náttúrulega bara þessi tilvistakreppa sem við rættum áðan, þú veit ekki hvað hann á að vera með nýjan öfgahægri flokk við hægri og frjálslyndar flokk til vinstri og veit ekki hvað hann á að vera og þú veist, og þar hanga menn virðast bara vera gömlum vana. Eða bara til þess að vera að því að get ekki sett sig vera öðru hvoru megin, skilgrann sé bara einhvers staðar í miðin, þetta er nýji framsóknarflokkur hægrisins. Já, og einhvern veginn svona skel að því að þeir eru að tala þeir fóru að breyta merkinu. Já. Það er eins og það sé ekki, eins og selja Valöll. Þetta er svona, heyrðu mig áttar, vill þú koma að vera formar í flokki sem heitir Sjálfstæðisflokkurinn og er með fólka. Við hefum ekki Valöll lengur en við viljum ekkert meira. Nei, þeir eru bara að reyna eitthvað þurft að gera, þú veist, þetta er bara eins og reynir segir, þetta er að hrynja fylgi og þetta eru kannski einhverjir döðkipir, ég hef svona litlar áhyggjur af Sjálfstæðisflokknum, en þetta er staðan núna ekkert frábær, en ég held að þetta mun Sjálfstæðisflokkur með við síðustu kannun allavega Reykjavík og þannig segist kosningarnar, þeir eru að fara að mæla svona 30-35% myndum að gíska á, þá er þetta mjög sterkt fyrir flokkin. Það mun aldrei halda. Nei. Já, hann er náttúrulega alltaf þessi stöðu í sveitarstjórnum út á landi. Gríðilega sterkur. Þetta hildur sér bara Garðabæ, Seltjarnarnesi. Jú, það er bara svo margir þætti sem spilni. Það er miðflokkurinn, það er sanna og vinstra gengið. Það er svo margt sem spilar inn í þetta og Pétur Martinsson sem er markaskorari. Já, ég held að Pétur taki frá Hildi og Sjálfstæðisflokknum klálega á meðan að Sanna og voru vinstri og vafki sem sagt saman í þessu samanlega frambúði taki plássi sem að myndast þá vinstri megin við samfélkinguna. Og svo frambúði klófið, það er auki. Það er nefnilega eins og ef Reynir hefur rétt fyrir sig hvernig verið stilt upp á lista hjá Sjálfstæðisflokknum að þá getur svona venjulegu sjálfstæðismann sagt ég ætla að kjósa freka Pétur Matthísson, sjálfstæðismann. Hann er þó ekki með einhverja lúnís á listanum sinni. Já. Þú meinar. Því að þessi hópur hefur náttúrulega bara verið í slagsmálum ekki bara í þetta kjörtímabil, þetta er bara mörg kjörtímabil. Þess vegna er nú uppstillingarnefnd núna, sko. Það er verið að reyna að lægja öldum þar. Þú ert að tala borgarstjórnarflokk sem ræddi það án leiðtogans að kæra til lögreglu. Upptökunar. Já, kæra leiðtogan til lögreglu. Þetta er þannig flokkur. Það er óbrúanlegt bil á milli þessa fólks. Þannig að þetta kemur fram klofið að vísu það mun eitthvað loft á milli Péturs og Heiðu vantarlega, hvernig sem að það þróast en það er ekki að þessu stígi. En með því að Heiða tekur sætið, er þetta það bara ekki því að Pétur fái ennþá meiri fríspil heldur en hefði annars fengið. Alltaf fríspil í nýr, en svo ertu líka með gamla með þér, bara, já, herri, ég þekki þetta leiðindamál nú ekki, en Heiða þekki það og tromma hana fram bara, þú veist, þetta er bara svolítið sorglegt. En ég held að fá meira fríspil út af því að hún tekur hana sætið, Heldur hún lendi í þessu hlutverki? Ég er hingað komin til þess að ræða framtíðina en ef þið viljið tala eitthvað fortíðina þá má bjóða ykkur hér. Já, gjörðu svo vel. Mér bara þykir það ekkert ólíklegt. Já. Og það sé líka bara svona lítið á það sem hennar hlutverk, sem finnst enn mitt bara fýta inn í það, þetta er bara skrítið ákvörðun, Þetta er svona líkt af þessu, ég byrjar að tala, ég verð að segja þetta, en þetta er svona líkt af þessu eins og þetta sé talað kósi 9-5 starf, svona einhvern veginn, annars þarf ég að fara á Alfreð og leita mér nýri vinnu og svona, þetta er bara fínt. Þetta lítið hún. Mér finnst leiðtogaprófkjör Viðreisn að vera svolítið svoleiðis. Það er bara annað maður í þýrindar, en já. Og mér finnst voða lítil stemming í hinguna, Já, ég er sammála því. Er ekki alltaf sama hver vinnur þetta? Jú, ég sé reyndar ekki það, Veðbankar segja að Björlan sé líklegust, þannig að
þetta er spennandi. Ég sé að því að ég er stundum inn á Facebook, þá sé ég hérna stuðningsfólki á baku hana. Já. Stór hluti af því fólki var stuðningsfólks Péturs hérna rétt á hann. Já, hún hefur náttúrulega verið í einhverjum 17 flokkum, sko. Nei, ég er bara velta að vera með fólki, sko. Ef þú mætir bara vikulega að segja hérna mæla með. Mér finnst það svolítið svona kokki í sjálfströst að geta... Björn ekki gera það líka. Í báðar áttir minnari, þú veist. Já, þú veist hérna ekki manneskja sem að mælir með Pétri, svo rétt á eftir hérna henni, Björgu. En þetta er þessi sko einstaklingshyggja í pólitík, þar sem að fólk vill bara, þú veist, stórhópi sem vill bara persónukjör og hérna er bara ósátt við að fá að kjósa persónu í staðan fyrir flokka og fer þar leiðandi bara inn í alla flokka og hérna reynir að kjósa það sem þau vilja og íta undir það að þau fái sem, þú veist, mest eitthvað sem að hugnast þeim út úr öllu þessu batteri þótt að þau séu kannski ekki fara að greiða, þú veist, og geta augljóslega ekki greitt öllu þessu fólki atkvæði sitt vegna þess að við erum ekki með persónukjör. Þannig að það er þessi sko einstaklingsvæðing í stjórnmálum sem við erum að horfa á það sem að, þú veist, með þessar stofnanir flokkana, það sem að þær byggjast upp á einhver svona sameiginlegri vinnu og samhendni, þær svona hafa fúnað. Kostningarna svona benda til þess að fólk kýs eftir svona lífsafstöðu sinni eins og það er meltar. En þú er til að lýsa svona heimi þess sem að fólk sem er að horfa á samfélagið og það bara við erum að láta flotta fólkið ná framgang. Reffilega fólkið, sko. Reffilega fólkið og flotta fólkið og vinsalu krakka klíkundar. En við látum ekki helvitis lúsir að ná hérna völdum í samfélaginu. Það er til margir sem hugsi bara þannig. Sko ég held að þessi einstaklingshyggja, hún hafi svolítið svona einmitt vaxið upp með því bara einhvern veginn hvernig þú veist þessu foringeraði þetta hafi vaxið upp samhliða og hérna þessi sterki leiðtogi og skipti máli hver er að leiða og svoleiðis en það hérna er bara svo grunnt þegar að grunnurinn ekki til staðar í þessum pólitísku hreyfingum og hérna og þá náttúrulega fáum við bara fólk sem að breytir einmitt heilum flokkum bara eins og að smella fingrum kemur bara og bara snýr þeim eins og þeim fyrst og Kristrún aldrei stefnuleysi, bara prinsippleysi. Herðu, en skemmtilegt hvað við tölum mikið persónur í pólitík en það er ekki búið sko því það er hérna bara stutt í að vera kosið formar í Framsóknarflokknum. Það eru 2 konur sem að hafa boðið sér fram Ingibjörg Ísaksen sem er þingflokksformaður og Lilja Dögg Alfreðsdóttir sem var ráðherra féll á þingi fekk afhróð í kosningum. Poppar ekki upp reffilegur gaur í dag. Jú, það er mjög líklegt. Veitu hver það er? Simmi Vill. Já. Bara alvarlega hugsa það. Ég held að vera að tala um Einar Þorstein, sko. Ok. Hann er alvarlega. Hann er alvarlega. Varaformann, nei, formann, já. Margir bara hann opnar síman og það er bara að vera að skora á hann. Já. Þetta er náttúrulega bara eins og hvert hann ekkert inn. Nú, hvað? Já, ég veit ekki, það getur vel verið þetta. Ég held að þessi, best að ég segja sem minnst, ég hef aldrei skilið fram svona flokkin. En sem maður vil. Því síður. En sko, jú, þetta er Lilja að berjast við Sigur Inga og sko Sigur Ingi náttúrulega vil alls ekki verið formaður. Ári ekki. Akkur ekki, það er leynt og ljóst að það hefur verið sko, það hefur verið mikil vikmilli vinna. Þau hafi gert samliði mörg ár og svona ef maður kafar hann í myrkviðina þá kemur í ljós að hann vinnur gegninni bara beinlínis. Og það er hann sem er þó að mæla eða fá Ingibjörg til að stíga fram en á móti kemur að Willum og einhver fleiri eru með Lilju þannig að þetta getur verið tvísýnt. Guðni Ágústsson, jú, með Lilju en hvað hefur hann mikil völd í flokknum í dag? Þótt að Willum segi, ég ætla ekki að bjóða fram en ég stið Lilju. Já. Þá er ekki þar með sagt að þeir sem að vildu að Willum yrði formaður. Nei. Vilja til að Lilja sé það. Þess vegna segir þetta getur orðið í játnum, þetta getur orðið 50-50, hvernig þetta fer. En er Ingibjörg Ísaksen eitthvað vinsæl? Að skora? Nei, það er nú bara held ég enginn í Framsókn vinsæl núna. Með sinna félaga sko. Framsóknarflokkurinn er að lúta sömu öllugum og sjálfstæðalögum. Hann er að kremjast á milli hægri og þessara flokka. Er það gott eða vondi? Ég veit ekkert um það. Maður horfir líka bara, maður horfir í kristalkúluna núna sko, þegar Einar ákvað að slíta þessum borgarmeirihluta. Ef hann væri bara ennþá borgarstjóri þá held ég að væri ekki verið að kjósa við forma þá hefði Einar Þorsteins bara farið sko. Ef að hefðu alltaf. Einar á náttúrulega eitthvað mestu pólitísku axasköft þessa kjörtímabils. Það var náttúrulega algjörlega fáránlegt hvernig að spila úr þessu. Hérna væri með örgar meirihluta með
en Inga Sæland sagði bara nei, þetta verður ekki og þá var það ekki, þannig á berangri. Ykkur orðaði þetta svona sem að ég endur þykir síðan að þú ekki fara að veifa upp í stúku fyrir hann komin í mark. Nei. Og hann lendir í þessu því að það er svo niðurlegandi. Hann byrja allt inn að veifa upp í stúku og svo bara... En þetta var samt þannig að hann var komið með þennan meirihluta en fulltrúar flokks fólksins. Hann taldi sig vera. Já, hann var komið kannski ef þú átt í samskiptum við flokk fólksins þá verður að ringja í Ingu. Þú var að tala um Ingu, hann fattaði það ekki. Þú átt að fatta það. Þú snæði. Það fekk ekkert af þessu. En svona þetta. Herðu, það er hérna eitt svona mál sem er styttuna af séra Friðrik. Það er til félag núna sem heitir Æruvend sem vil endur ná í æru séra Friðriks og setja styttuna upp aftur. Finnst þú þetta svona áhugavert? Já, þetta er bara áhugavert dæmigerandi meðvirkni í samfélaginu, já, bara mjög áhugavert. Ekki frábært, en áhugavert. Já. Það er einhver menn sem að segja, ég meina við vitum ekkert og hvað. Já, sko, ég held að sé... Við hlaupið upp til hand og fóta og tekið niður styttu af þessum... Já, ég held að sé gott að halda þetta til haga að sko þegar þetta mál komst í hámála með minni ár 2023 þá kom framkvæmdastýra Stígamóta í viðtal og staðfesti það bara í fyrsta lagi. Þá er þetta eitt verst geymda leyndarmál bara í Reykjavík hver saga þessa manns og í öðru lagi þá hafa komið fleiri heldur fólk fyrir vissi að leita til Stígamóta vegna brota þessara manns og svo setti KFMK á laggirnar svona ákveðna bara þjónustu þar sem að fólk gat farið og tala við séra Bjarna Karlsson og doktor Sigriði Júlíusdóttur félagsráðgjafadoktor. Þetta fólk fær nú aldrei þau þessi skammir. Þau hittu bara fullt af fólki ég veit ekki hversu mikið þau hafa ekki gefið þau hversu marga tölum við en þau lýstu því svo yfir eða Sigrún gerði það held ég í bara kastljósviðtali eitthvað svolítið það væri hafið yfir skynsamlegan vafa að hann hefði brotið á þessu fólki, þessum börnum. Þannig að þú veist þau þurfa, ég veit ekki hvar þau ætla að finna þessa æru aftur, hún er bara farin sko. Þau vilja fá styttun upp aftur. Sko, kannski væri bara hægt að gefa þeim hana og þau geta að setja hann upp heima hjá sér eða eitthvað. Hann stofnaði val, þau getur segð, hvað heitir það ennþá Friðrikskapella sem er í valslóðinni? Kapella? Já, ég veit ekki. Það heitir það Friðriks. Ekki. En ég skil ekki þessi máli, það gerði ykkur úttekt, eitthvað staðar, okkur við fáum ekki að sjá þessu úttekt. Trúnaðar samtöl líklega. Mér finnst það bara eðlilegt að... Nú ert þú blaðamaður reynir. Þú veist, þú kannt á þetta með trúnaðarmennina. Já, ég meina þetta bara, þetta er svona eins og þetta fólk er að hugsa, Æruvend, þá segir það, við viljum bara fá öll spilin á borðu og Þau vilja opinber réttarhald. Það er kannski ekki búið, það er bara löngu dáin. Eitthvað sem sér úrvöðna, ekki bara hann segir, hún segir, eða eitthvað heldur, bara sjá þetta svart og hvítu, var þetta svona? Ég hef hlustað á einhverja af þessum sem er í kringum Æruvend. Það sem að mér finnst, það er, þau hafa, Bjarni Karlsson og fleiri hafa, og Stígamót og fleiri hafa hlustað á fólk sem að segir að hann hafi brotið gegn sér. Svo kemur fólk og segir, ég var þarna, ég meina hann braut aldrei gegn mér. Er þetta hægt að bjóða upp á þetta sem svona eðlilega framsetningu í umræðu, sko? Segir það eitthvað hvort það var brotið gegn henni eða? Ég skil þetta ekki, ég meina annarkot brauta gegn öllum og þá ættum við að taka niður styttuna en að því við fundum nokkra sem að brauta ekki gegn að þá viljum við hafa styttuna þó svo að hún sé áminning brotin sem hann hafði gegn hinnum. Það er eitthvað við þetta sem er eitthvað svo skrítið, sko. Það vantar yfirsýn, ég meina hvort ég en þú höfum séð þessi gögn eða vitum nákvæmlega hvað gerðist eða hvernig. En við vitum bara að það fjall stytta. Ég hef sagt það áður að mér komið ekki óvart þess að ég hafi heyrt þetta löngu áður en að þessi bók kom. Og ég man eftir því, ég hef bara verið svona 14-15 ára í Lækjargötu, þessi styttunar. Og það var einhver sem benti mér á og sagði mér þessa sögur undir styttunni. Verskemd að leyndamáli ekki verið? Já, ég stóð alltaf þeirri trú að það væri bara svona leyndamál sem allir vissu. Þess vegna var ég svo hissa á viðbröðunum gegn þessu, sko. En svo hef ég náttúrulega enga vitnisburð annan heldur en þennan eina mann sem að sagði mér þessa sögu, sko. Það er nefnilega málið.
Þannig að ég var bara svona eins og borgari hérna á Friðrik eitthvað svona. En fólk kemur ekki í viðtöl til press og félagsráðgjafa að leika sér að því að ljúga upp á einhver dauðan kall einhverja svona syndir. Þannig að mér finnst bara í rauninni frekar ósmekklegt að ætla að gera fólki það upp að hafa verið að ljúga í þessu ferli. Nú veit ég, sko, ég þekki voru lítið til þessara manna sem standa Ærvend, Jón Magnússon, Halldór Gunnarsson í Holti og eitthvað fleiri. Eru þeir ekki að segja að þeir vilji bara fá hlutlausa rannsóknarmálinu og fá upplýst nákvæmlega hvort þetta eigi við rök að styðjast eða ekki? Ég veit ekki hvað þeir eru að biðja en ég held að það sé bara mjög skýr hverjum þeir standa með, sko. En þekkjur þessi gögn? Þessi gögn? Já. Þessi gögn eru náttúrulega trúnaða viðtöl fólk sem að kemur og fær að tjá sig við Bjarnaga Karlsson og Sigrúnu Júlíusdóttur og fær að tjá sig þar undir nafnleynd vegna þess að það vill ekki stíga með sín sko erfiðustu mál fram í sviðsljósið og opinber það fyrir öllum bara sem að hafa einhvern áhuga á að vita því. Einmitt að fá Jón og Halldór og alla þessar 200 yfir sig, sko. Ég veit ekkert þetta nema bara það, mér finnst vera rök fyrir því að ég fá að sjá bara hvað það sem gerist þarna. Þó það sé undir nafnleynd einhver og einhver og einhver. Ég ekkert að beina nöfn, ég bara vil fá að vita hvað gerist. Af hverju, þú veist? Af hverju getum við ekki bara tekið orð þeirra fyrir bara það að þetta, þau ekkert að ljúga þessu? Reynir er gaman hann bara ræður ekki við sig, hann vill fá gögnin, hann vill fá Epstein-skjölin. Það er svolítið skrítið, sko, en ok. Það ekkert skrítið við það, við búum í réttaríki og ég veit ekkert Friðrik alveg upp á Flateyri og bara frétta á honum á skotspónum en eitt í þessu sem maður velt fyrir sér að nú er fólk, við erum breysk og við erum djöflar og líka englar og fleira og þannig er það bara og það þið kannist við þetta til dæmis tónskáld eins og Benjamin Britten sem er svona vitað að það var fjölþreifin til kórdrengja eins og sagt er og sumir bara hlusti ekki á músíkinas og finnst það ekki að flytja hana. Það sem að særir þess að kalla þarna í KFUM, þetta eru menn sem að, þú veist, eru með eitthvað svona sögu í sínu lífi að þeir komi í KFUM og lærðu þar að vera með pung líklega eða eitthvað svona lærðu að vera eitthvað og vinna í félagi og ég meina þetta er stórkostlegur tímabil í þroska að vera í eitthvað svona félagi, að vinna kappleiki saman og eitthvað svona. Og svo kemur allt inn í ljós að maðurinn var bara braut illilega gegn saklausu börnum, sko. Braut ekki mér. Og þá er eins og sé verið að sörga, sko, mína upplifun. Verið að sörga Val og Hauka sem hann stofnaði og sömuleyti fleytt hann inn í samfélagi bara svona kristilegu, svona æskulísstarfi sem að, ég finna, kannski við höfum bara gott að það fá inn í lognmolluna sem hér var og allir voru kreftir út úr baðstofunum eitthvað meira. En það er svona svolítið hugmyndin hjá okkur að sá sem að gera þetta, hann verður að vera fullkominn. Þannig ef þú ætlar að kasta ykkur í rýrið á hann, að það var allt ónýtt. Þannig ég er að velta fyrir mig hvort að við séum kannski þurfum að æfa okkur aðeins meira í þessu. Að við getum ekki alveg lifið í heiminu þar sem eru sko bara fullkominn fólk og skítapakk. Ekki? Nei, þetta kannski snýst bara meir að þeir kannski bara sækja sér smá sálfræði hjálp og vinna úr þessu áfalli. Þeir þeir í Ærvend. En kannski þurfum við að fara í gegnum þetta í samfélaginu. Við erum bara á tímamótum. Ég meina, við höfum gefið fólki rödd sem áður hafði ekki rödd. Það veldur alls konar bara jarðhræringum. Og þetta snýst líka bara, þú veist, kannski að hampa ekki einhverjum sem að gerði svona hlut, þú veist, bara verulega á hlut annara samkvæmt þessum vitnisburðum sem hafa komið fram. Þannig að sko, þú veist, það snýst í rauninni ekkit mikið meira heldur en það, þú veist, það er einhver stytta sem að fólk af minni kynslóð veit mjög margt ekki, þú veist, hvað Gauri verið að tala og það er meðalaldurinn í þessu félagi, þú veist, bara mörg þeirra hafa örugglega hitt hann, sér Friðrik sjálf. Það er eiginlega gefið þetta séu gamlir kallar. Það er þannig. Ég held að Halldór í Holti hafi sagt frá því sér að hann hafi verið einn af piltunum og hann sagði það var í útastætti, kannski á Sigurlaugu ekstar, og sagði hann að hann hefði kysst sig á ennið og svo ekstar annar staðar og svo á munnin af Friðrik.
og hann hafi þetta löngu setna hann hafi verið að búa til kross. Já. Og hinir sem að upplifðu að það veri brotið gegn sér að þeir séu að miskil ykkur. Já, hann einn af æruverndarmönnunum, hann vill rannsókn á þessu. Það sé sjálflega. En ég veit ekkert þetta mál annað en bara eins og hver annan lesandi og ég segi bara aftur, ég vil fá að sjá þessi gögn og þá skal ég mynda hann skoðun. Það sem ég var eiginlega að segja að við ættum kannski, hefðum ekki átt að setja sér að Friðrik upp á þennan svakalega stall. Bara, við mættum aðeins slaka á í því að þessi svona hugmyndur að einhver svona fullkomleika mannskepnunar. Akkurat. Án þess að ég segi að það er fram allir séu brotamenn, ég er ekki að segja það. Herðu, og kannski það líka fólk bara geta, þú veist, að halda áfram að taka því góða sem hann gerðist á einhverjum tímapunkti einmitt í lífi sínu, eins og að vera í KFMK á þessum tíma, hvar sem að kemur upp á pókahotninu með einhvern gaur sem var þar að stýra. Það breytir því ekki einmitt kannski að þú átti góða tíma og hitti viniðina, að þú það var yndislega tímaður mörgu leyti. En verður samt líka að geta borið virðingu fyrir reynslu annars fólks. Jafnvel þótt þú vitur ekki hvað það heitir. Kannski ekki síst þegar þú veist ekki hvað það heitir. Ég sagði þess að við börnum mín að maður getur lært góða hluti af slæmu fólki, en maður getur líka lært slæma hluti af góðu fólki. Og tók þá dæmi að hvernig fólk oft tekur svona rockstjörnum, sem er aðbræða fólk á margan hátt, en fólk étur upp alla ósýður þeirra. Það er heilt yfir eftir við bara gæt fólki að taka upp það sem er gott. Já, ekki vera ómikið að dasta fólki eða hefja það upp. En ég veit ekki. Mér finnst þetta svolítið gaman með allt þetta vók og anti-vók og mér finnst þetta sem að gangi gegnum bara svona ákveðna breytingar í samfélaginu og mér finnst rosalega leiðilegt þegar fólk er að íta þessari umræðu með alls konar hætti frá. Og mér finnst það vera allt og mikið af því. Við höfum bara leyfa okkur að tala í pottunum erfiða hluti og ekki vera að flýta okkur að þessi eitthvað niðurstaða og njóta þess að vera bara á stórkostlegum tímamótum. Við verum að lifa stórkostlega menningabyltingu sem að ég vona að vera ekki lamið niður af Trump og félögum. En bara ef við ímyndum bara að við erum gömlu kallaðir, að þeir sem að fengi rödd á okkar líftíma, það er bara annað eins og bara aldrei gerst. Nei, það er rétt. Og ekki fara að reyna að berja það niður. En fólk á að tala allt þetta og fara í gegnum þessar, eins og MeToo-byltinguna, hvað var gott, hvað var vond og þú veist, bara horfa kalt á þessa hluti. Herðu, það eru Þýskaland og Króatía að spila. Þýskaland sem að lesist Alfred Gíslason er með 17 mörk á móti Króatíu sem er Dagur Sigurðsson. Og það fyrir að líða hálfleik. Býtu 17 móti 15. Mikið markaleikur. Við munum alltaf vinna, hvernig sem þetta fer. Við munum vinna þennan leik. Og svo klukkan 7:30 verður Ísland-Danmörk úrslita orrusta. Þar sem við getum hefnt Kópavogsfundarins og margs annars. Og þetta er gaman að Markaða mjölsins. Það er svolítið gaman að segja því að ég er nefnt Flateyri, að Dagur er náttúrulega Flateyringur. Og þannig að við eigum okkar fulltrúa þarna. Þú átt þinn fulltrúa. Þinn maður. Í þessum leik. Herðu, takk fyrir að koma hingað og fara yfir samfélagið okkar. Og fréttir vikunar. Steinunn, Reynir, María og Birgir. Takk fyrir. Og ég þakka, þetta var svo langur þáttur að það var bæði Laufey Líndal og Pétur Fjellsteinn sem tóku upp og sendu út. Ykkur þakka ég mest sem hafi breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Minni á að þið hafi byggt upp dreifikerfi samstöðuna bara með að segja vinum á vandanum frá efni sem við sjáum hér og ykkur líka. Þá finnur fólk okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafnin samstöðunar og einstaka þátt að við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu, 89,1 á FM. Það má líka segja þær útvarpsendingar á spilarann. Spilarinn er á netinu, spilarann.is og svo er spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminu þar sem er net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Símann. Þar erum við nú með 5 á fjarstýringunni. Við erum komin í kabalkerfinu eða suður með sjó og kannski ég veit ekki, menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinu upp á efni frá samstöðunni sem er 24 kr. sólarhring, 7 vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræði við þetta rauða borðu í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem drífur samstöðuna áfram er samhluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Það er fólk sem veit að samstöðun skiptir máli í samfélaginu og kannski sérstaklega á okkar viðsjárverðum tímum þegar lýðræðið
stendur höllum fæti og við þurfum að halda uppi öflugur umræðu. Ef þú vilt slást í þennan hóp þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, þar getur þú skráðið fyrir 2.750 krónum sem er grunnáskriftið, þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósi getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið, það er mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er orðið gott í bili, nú fyrir við að horfa á handbolta áfram Ísland, hérna í fyrramálið verður helgispjall, þá talar Sigurjón Magnús við Kristján Jóhansson. Það er gaman að fylgjast með því og svo verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils í hádeginu á sunnudaginn. En takk fyrir bili og góð helgi.